Já, komið sæl. Það hefur verið suðvestaði átt ríkjandi á landinu í dag, svona víðast hvar allavega og verið nokkuð þungbúið. Við höfum fengið inn góða dembur hér bæði sunnan og vestan til á landinu en svona helst að það hafi eitthvað sést til sólar á suðaustur og austurlandi. En við sjáum að á myndinni frá hádegi hér að það var lagð hér rétt vestur af landi og það sem er að gerast í morgun er að hún mun smám saman fikra sig hér til suðurs og ganga síðan inn í þessar lægðir sem eru hér lengra suður í hafi og það opnar á norðaustlæga átt hjá okkur þegar líður á morgundaginn og það er allt útilt fyrir að það verður inn í staðan þessu dag og hugsanlega vel fram í næstu viku. Það verður ríkjandi hér norðaustlæga átt, þurr og jafnvel björt lengst af en sennilega þó nokkuð kaldar en var í dag en hiti fór hæst í rúm 13 stig á Fáskrúðsfirði. En við sjáum betur á hitasviðinu að það var nú svo sem ekki íkja hlýr loftmassi á okkur, svona smá gul himna yfir þarna austast á landinu í dag en þetta kalda loft hér norður af það mun sækja strax á morgun sem og næstu daga og sérstaklega að sjá svona kaldast á lofti að það komi nú inn hér upp úr helgi. Lítum aðeins nær og þá sjáum við að hér klukkan 18 og þá var skýjað svona mestu leitin með vera skildi hérna frá Öræfajökli og sem staðar á Austfjörðum en úrkoma finna í þessu bæði vestan og jafnvel víða norðan til á landinu og við sjáum síðan þegar við keyrum hreyfimyndana í ganga að hún byrjar svona smám saman að síga hér til suðurs við fáum úrkomu nokkuð víða í nótt en þrýstilínur að þéttast þegar komið fram á morgunin og við sjáum það til að vindatölur nokkuð vel yfir 10 metrum á sekúndu þar. Staðan í fyrramáli verður á þessa leið, skýjað að mestu leyti yfir göllu þá í fyrramáli og úrkoma að finna víða hiti svona frá því að vera 2-3 stig fyrir norðan þar sem er svona lægstu hitatölur og við erum að fá þetta 7-8 stig hér sunnan til. Og síðan mun þessi úrkomabakki hörfa frá og það mun létta til víða land svona þegar líður á daginn og við sjáum hér klukkan 18 og þá orðið nokkuð bjart á vesturhelmingi landsins og jafnvel sums staðar fyrir norðan líka og klukkan 18 þá verða hitatölur á þessa leið svo sem ekki mikla breytingar í þessu en orðið nokkuð ákveðin þessi norðaustlæga átt og farin að bíta í kinnar því að lofthiti eða loftmassin nú ekkert svo íkja hlýr og síðan fram á föstudag og sjáum við að staðan breytist nú ekki mikið ef eitthvað þá bara léttir enn meira til og verður rauninni sólríkt nánast allt land á föstudaginn en svona ef við tökum norðausturhorn landsins út fyrir Sviga og ekkert út á það að sitja, við fáum vissilega við getum verið að fá daghita hér upp á svona 7-8-9 stig hér á suðvesturhorninu en norðan og austan til á landinu verður nú þetta eða undir 5 stigum og sennilega næturfrost allvíða þessa dagana og síðan komum við inn á helgina og við sjáum þá að staðan nú svo sem óbreytt þá á laugardaginn bjartviður víðum land gjóla í þessu og hitatölu svipaðar en síðan alltaf svona aðeins að draga fyrir á sunnudaginn ef að spárganga eftir því að það kemur svona allan að meiri raki inn í þá getur gert eitthvað úrkomu á norðausturhorni landsins en sennilega verður áfram bjart hér á vestur helmingi landsins. Lítum aðeins þá á hvað er að gerast í Evrópu svona örsnögt, það fínasta veður á Bretlandi og í Skandinavíu á morgun eins og við sjáum hér og það jafnvel að teygja sig hérna til norðausturs inn í Finnland en ef við keyrum síðan hér til suðaustur þá sjáum við það öllu óstöðugri tíðin hér niður við austanvert Miðjarðarhaf sem mun rigna hressilega á Ítalíu á morgun og á Balkanskaganum en við förum sem hér aftur til vestur þá sjáum við að það róleita dagur svona yfirleitt á Spáni, hitatölur svona yfirleitt yfir 20 stigum og jafnvel yfir 30 stigum hér síðist á Íberíuskaganum en þetta gott að vera í bili, verið sæl.